Nú fór ég heim til þín daginn og sá að það var mikið af plakkötum á veggnum hjá þér. Pétur Ormsleff, Guðmundur Torfason, Viðar Guðjónsson. En hver er hérna uppáhaldsleikmaður Fram svona hjá þér allra tíma? Já, uppáhaldsleikmaður minn allra tíma er hérna líklega Pétur Ormsleff. Hann var aðalmaðurinn í þessu gullaldarliði sem að menn hérna ólust upp með. Og hvað einkenndi hann sem leikmann? Hann var svona playmaker, hann hafði gríðarlega góða tækni og leikskilning og bara svona stjórnaði spili liðsins og skoraði fullt af mörkum sjálfur. Og já, líklega myndi ég halda bara eitt sá leikmaður á Íslandi svona allavega í seinni tíð sem hefur haft svona hvað bestan leikskilning. Hefur einhverja minningu af Pétri, svona sem, þú veist, eitthvað eitt moment sem hann átti eða eitthvað svoleiðis? Nei, kannski ekkert eitthvað eitt, sko. Hvað varstu gaman þegar þú fórst fyrst á völlinn? Fyrsti leikur sem ég man eftir var bikarúrslitaleikurinn 1987. Þá gjörsigraði Fram Víði úr Garði. Ég man eftir markinu Gumma Steinsar sem skallaði hann innri stöngina með þetta ótrúlega flott. Já, ég man sérstaklega eftir Ormari Örlygsssyni í þessum leik. Hann átti stórleikmanni. Já, pabbi Almars. Jú, passar. Já. En Ormar er hrifinn af R-um. Já, sannarlega. Að þínu mati, hvað er það sem er alltaf einkennt félagið Fram, þar að segja? Já, þetta er stór spurning. Og ég kannski segja svona að einkennt svona liðin hjá Fram, allavega sem ég byrja að fylgjast með, það hafi verið svona, þú veist, en það er hægt að spila svona áferðarfallega og stuðningsmenn hafa kunnað að meta það og má kannski segja að það sem einkenni félagið sé svona ákveðin þessi miklu fagurkerar og fólk sem kann gott að meta. Já, nú eru kannski hefur stuðningsmönnum eilítið fækkað á vellinum, því miður. Er þá kannski bara minna fagurkera almennt þarna úti? Já, það gæti verið skýringin, sko. Maður har oft pælt í því svona undanfarin ára að náttúrulega vissu gekk kannski ekkert gríðarlega vel hjá okkur á löngum kafla en samt sem maður eins og núna undanfarin 2-3 ár hefur gengið betur en samt hefur áhorfendum ekki fjölgað heldur fækkað ef eitthvað er að ég held. Og það er ekkert mjög langt síðan, það er kannski 10-15 ár síðan að Fram var með hvað mesta aðsókn á heimaleiki sína. Þannig að hann náttúrulega kannski spilar eitthvað inni, það er náttúrulega meira framboð af alls konar afþreyingu í gangi en og kannski hefur heimavöllurinn okkar eitthvað að segja í þessu að fólki finnst svona skapast ekkert svakalega góð stemning á leikjum oft. Fólk er að fara í bíó frekar en að fara á leikinn eða eitthvað svoleiðis? Já, hugsanlega. Það vonandi horfir nú til betri vegar. Það var gerð ákveðin tilraun með geiramönnum sem komu mjög sterkir inn 2008 og 2009, svo hefur farið eitthvað minna fyrir þeim núna í sumar. En það var gríðarlega gott framtak og vonandi að það verði áframhald á því. Já, gaman að þessum geiramönnum, svona settu ákveðna stemningu á völlinn. Já. Og við færum okkur yfir í næsta spurningu. Þá áttu þér eitthvað eitt uppáhalds augnablik og það versta kannski líka sem stuðningsmaður Fram? Er einhver svona augnablik sem stendur upp úr? Já, ég svona síðasta augnablik sem maður hefur haft virkilega tilefni til að fagna almennilega, það er orðið alltaf langt síðan, það var 1990 þegar Framar urðu síðast Íslandsmeistarar í fótbolta. Já. Eftir sigur á Val í síðustu umferð 3-2 á Laugardalsvelli. Það voru 2-0 undir minnir mig í hálfleik og titillinn líklega á leið í Vesturbæinn. En Viðar Þorkelsson kom til bjargar og skoraði sigurmark. Legend. Algjört legend. Og já, það er svona mjög minnisstætt
augnablik. En já, svona verra augnablik, ég sem stuðningsmaður þá. Já, sem stuðningsmaður. Ég var þegar Fram féll 95, þá var mjög leiðilegt moment. Ég var akkurat með þér staddar á síðasta leiknum það tímabil. Manstu eftir honum? Ég man ekki hvort það var ég man eftir leik í Keflavík þar sem að Fram tapaði og þá var svona nokkuð útséð með að þeir myndu líklega ekki berga sig. Ég man ekki hvort það var síðast umferðin, en þeir voru svona nokkuð með fallnir man ég eftir tap þar. Og það var löng keyrsla heim það kvöld. Svo kannski lítið sofið? Ég svaf ekki neitt þessa nótt og bara ekki neitt næstu nætur á eftir. Nei. Er þetta eðlilegt að þetta geti farið svona með geðheilsunni hjá manni? Já, ég meina menn eru bara harðir stuðningsmenn og þetta sést á sálina. Jú, vissulega. Við þekkjum þetta allir. Já, við höfum farið gegnum þetta. Say